getur veitt að mikilli nákvæmni í veðun en leið og þú byrjar að þreyta fisk þá er hver sekúnda eins og heil eilífð. Þessu venst ég aldrei. Ég hef alltaf komið þeim í land eins fljótt og mögulegt er. Svo fiskur komið í land þá sem akkur í ósköpunum var ég að landa honum svona í hvelli eða þá fyrir mjög líka akkur í anskotunum var ég að setja í hann yfir höfuð. Eins og ég langa á. Og að hitsa slannabrotið svo sérstaklega svo góður hittstaður. Í minningunni verða veiðiferðir ánægjulegar ef maður vill hafa það. Maður breytir minningunum þar til hins betra og vill ekki fara í leiðilega veiðitúr. Setja rétt undir réttum tímastað, prófa það. Svo koma þessar grönnu tökur, koma þær upp og skoða, það verður allt vitlaust. Þetta er nautnin. Þeir eru þarna á brotinu alveg upparaðaðir, alveg tilbúnir og maður veit það þegar flugan skautar þvert yfir og þá fer hún yfir fyrsta laxinn, annan laxinn, þriðja laxinn og annars er það skrítið með veiðina að maður er tilbúinn til að fórna næstu hverju sem er fyrir vonandi góðan veiðitúr. Þetta hef ég aldrei skilið. Til dæmis fjölskyldan er manni kærust en einhver hluta vegna þá er furðulega oft sem að veiðitúrinn situr fyrir. Já, ég gat ekkert farið að taka á honum það sem ég hélt að hann væri svo grannt tekinn. Fara að þreyta hann þarna innan hina fiskana á brotinu og trufla það, þá var það náttúrulega ónýtt næsta klukkutíma. Það er mikið auðveldara að láta fiska bara fara, þeir þreytast mest á því. Það er mikið auðveldara að hlaupa á eftir þeim heldur en menn halda. Ég man ekki alveg hvort það var með þennan, hvort að ég blandaður hann, hvort ég sleppt honum bara ekki. Ég geti kannski rífið upp hvað hefði skeð, hvort að ég sleppt honum eða brotað hann og fór með þeirri reik. Það er ekkert gaman að því að sitja með reykt laxakjöt einn heima hjá þér. Þannig að þú fer þá að bjóða gestum til þess að geta notið stundarinnar með þér að borða aumingja fiskinn af glannabrótinu reyktan og hún á ristað brauð. Allir segja að þú er svo mikil veiðimaður, þú getur alltaf boðið manni í svona eitthvað huggulegt. Það var ánægjuleg vika í Hofsáni í lok ágúst. Það var að veiða þar með Bernd Kópeling. Hann var svo snjall veiðimaður og gaman að veiða honum alltaf. Aðstæður voru slæma lítið vatn og sól og hana vottfisk sumar. En við náðum góðri veiði með því að fara djúpt. Það var eitthvað sem fiskurinn hafði bara ekki séð meira minni allt sumar. Stóra túpur
sokklínur. Ég hef verið svo heppinn að læra af góðum veiðimönnum. Karl faðir minn kenndi mér að veiða og Bert Koebeling kenndi mér að kasta flugu og það er mikils virði að þurfa ekki að vera að eyða árum í þetta sjálfur áður en að tökum á því heldur að geta lært af snillingum. Well, the first time we fished together in 1977, so Björsi and me, we went to Egnidarvatn, and that was a time when he got his first lesson in fly casting. Well, now he should fish just 1 hour, and coming back after 1 hour, he gets the next lesson. So I went the other way, fished my way through, and while I came around a bay, I couldn't see the fisher, but I saw a beautiful, straight, long line landing in the water of the lake. I said, oh, there must be a very good fly fisher fishing. I came around the point. Who is fishing? Björsi. I didn't believe my eyes. Já, í lok hvers sumars þá fer ég í Lómandafjörð að veiða sjóbleikjuna og þá svona hugsa ég af hverju er ég búinn að eyða sumrinu á laxveiðum hér og þar. Af því að þetta er í rauninni sá staður ef maður hefur tækifæri til þess að vera svona meira og minna einn og óreittur sem maður hefði átt að eyða öllu sumrinu. Þetta er alltaf spennandi. Maður kemur, maður þarf að drífa sig sem fyrst til þess að setja í einn fisk og þá er svona eins og maður sé lentur. Svo náttúrulega með silungsveiðina þá fær maður ekki að borða það sem maður veiðir. Getur maður verið einhverstað sem maður getur verið í friði, einn hvergi með laxinn sem maður getur verið einn að veiða og veitt eins lítið og verið sýnist. Það þarf að vera með fjölda manns á bakinu og veiða eins mikið og getur. Það dettur alltaf í þangur yfir. Hver fiskur skiptir miklu meira máli þegar þú ert einn. Það er í silungi. Sjóbleikjan sérstaklega að tökurnar eru svo grannar að þú verður að bæði að bregðast við henni strax en mátt ekki kippa út úr henni með of miklu krafti. Og þú verður að finna augnablikið sem hún bítur í fluguna því hún er svo fljót að spýta út úr sér. Og það sem mér finnst skrítið er það að núna hafa veitt 30 ár. Þetta er nokkuð stór hluti ævinnar. Hvað áhuginn dvínar lítið. Maður þekkir þennan áhuga hjá öllum krökkum. Þess að veiði áhuga og löngun til þess að veiða hvað sem er. Fiska, ketti, fugla, hundnágrannar. En á hverju sumri er ég alltaf jafn hissa að þetta er sama löngunin. Og því ég var smá patti að labba með Dieter föður mínum upp á heiðar að veiða. Það er alltaf eins og ég sé með pabba gamla með mér sem er að vera sem að fara á stað í sama veiðtúrinu í rauninni sem byrjaði fyrir 30 árum síðan. Og ein taka sem tekur ekki nema kannski hálfa sekúndu eða sekúndu, það er eins og sjálfstæði löng veiðisaga í minningunni. Það sem að
eiginlega skemmtilegra þegar upp í staðið en að veiða fiskinn að fylgjast með honum. Það ekki svo auðvelt eins og að vera í fuglaskoðun, en þegar maður nær tökum á því að sjá hvar hann veit hvar hann og gefur sér tíma, liggur við bakkan, þá smá saman skýrist vatnslandslagið fyrir manni og maður fer að geta fylgst með hvernig fiskurinn hegðar sér og seiða lífinu. Og þetta hefur til dæmis hjálpað mér mjög mikið sem veiðimanni að hafa eytt dögum og vikum hérna við ána á þess að vera með stöng. Ég mun ekki ráðleggja neinum að stunda fiskirækt nema mjög vel athuguðu máli eftir þessa reynslu sem að ég hef í Lókundafirði. Þetta var mjög áhugavert að maður var að því sjálfur. Á tímabili hætti maður alveg að veiða, maður var bara í ræktinni. Þetta var mikið sport. Veiðsporturinn að vera að rækta upp stofna fiski sem maður ímynda sér að maður kæmi einhvern tíma til með að veiða sjálfur. Þetta stórhættulegt að fikta við einhverja perlur, fara að reyna að fæja hana og búsa hana og halda úr verði eitthvað farlegri. Og í Lókundafirði þá einbeiti ég mér að sjóbleikjuveiðinni og það svolítill lax heldur sig efst í ánni og þetta svona eins og nauðsyn að fara þess og bara til þess að fullvissa sig það sé ennþá svolítill lax í ánni. Þá aldrei allt í lagi að missa bara, hann þarna og það ágætt. Ég búin að veiða svo marga laxa í sumar. Hundurinn gerir manni kleift að stunda fuglaveiðar svo skamlaust sé. Annars myndi maður týna á stórum hluta af veiðinni, af bráðinni og það manni varla sæmandi. Sumir segja að hundurinn sé besti veiðifélagi en hann það ekki neitt. Ég myndi vera veiðifélagi geti hlaupið og fundið endurna fyrir mig og það væri skemmtilega að sem getur spjallað við mann á kvöldin. Það góða við haustið að maður getur farið í veiðitúr með byssu og stöng. Sérstaklega þegar að maður getur hafa tíma sínum eins og manni sýnist, maður ekki að veiða á vöktum. Þá getur maður farið eftir veðri og vindum, hvað maður gerir, hvað maður eldist við. Maður að njóta einhvers kompakt hlutar landslagsins, náttúrunnar, fá útrás fyrir veiðidelluna eða veiðifýsnina, réttar að sagt. Maður ímynda sér að maður sé frjáls. Maður getur gert það sem manni sýnist enginn komið til með að skipa manni fyrir. Ég veiði það sem mér sýnist og haga tíma mínum eins og mér sýnist. Þetta svona frelsi sem maður ómetanlegt.
Svo er það svolítið skemmtilegt að hundurinn hann gerir svo mikla kröfur til manns. Ef maður stendur sig ekki, ef maður hittir ekki eins vel og á seinasta skiptir í, þá verður hann móðgaður og ég geti kannski búið við það sjálfur að standa illa verki en ég get ekki gert undir nú það. Það er náttúrulega að maður getur ekki verið ósnortinn í íslenskri náttúru og sem myndlistarmaður að þá eðlilega kemur þetta fram í verkunum hjá manni. Ég leyfi mér að mála það bara sem mér er efst í huga að það skiptið og veiðin og landið er mér mjög ofarlega í huga og þetta skila sér á leiðréttið. Fyrst kemur löngunin til þess að mála eitthvað og þá reynir maður að fylgja henni eftir. Eða, þetta er kannski einfalt. Þetta er það skemmtilegsta sem ég gerir að veiða og mála og þá er kannski eðlilegt að þetta sé á svipuðum nótum. Ég veiði ekki til þess að geta málað það en ég mála reyndar til þess að geta borgað veiðileyfi. Eins og Kjarval sagði, ég mála vínarbrauð og kakó til þess að geta keypt mér vínarbrauð og kakó. Þetta er hlutur sem að ég hef alist upp við og aldrei gert neitt annað. Ég kann í rauninni ekki neitt annað heldur en að mála og veiða. Og hvort ég listamaður eða ekki, það hef ég aldrei hugsað út í. Ég veit bara að ég aldist upp við þetta og ég er að gera sama hlutinn núna og því ég var krakki, aðeins öðruvísi. Við Bernt höfum verið mikið saman í Loðmundarfirði. Eins og það er gott að vera einn á veiðum og ég ímynda mér nauðsynlegt fyrir mann. Þá er sérstakt að vera með manni sem að jafnvel veit bragðmuninn á bláberjalyngju og krækiberjalyngju. Björsi is really practicing the art of fishing. This of course has to be seen as well in connection with his life as an artist. What he's doing by himself when I'm looking about his watercolors and paintings and the work he's doing together with Dieter, the connection work they're doing, where you can see as well a very high concentration and artistic capacity. Já, það er allavega víst að landnámsmanninn Loðmundi, honum var annt fjörðinn og meiri segja redúsera það svolítið með því að láta fjallið hrynja yfir bæina sína þegar hann fór. Ekki var landslagið verra fyrir vikið. Fyrsti landslagsarkitektinn, Loðmundur, landnámsmaður í Loðmundarfirði. Stundum finnst manni Loðmundarfjörður geta orðið of fallegur. Landslagið, flóran, dýralífið, fuglar, reyndir, silungur og svolítið lags. Stundum finnst manni þetta vera of mikið af hennu góða. Já, grjótið er skrítið.
sem kom undan fjallinu, allt í einum hrærigraut. Formleysa sem að verður að furðulegustu og fegustu formum. Ef maður kemur sér snemma til veiða, morgunsólina fellur skuggana, þá skerpist landslagið og verður skýrara. Það er tími til þess að fara að veiða þegar skuggarnir eru komnir í gilin. Það er þessi gamla góða regla, þegar vindhæðin er orðið nógu mikil að þá er flugveiðitími. Því miður fer þetta oft illa saman, svona í praxís, en Ísland er draumur flugveiðimannsins út af vindinum. Þá getur þú nálgast fiskinn. Getur veitt hraðar, grófar. Ég held að sé mjög góður eiginleiki veiðimanns er að halda nú gangið upp hvernig svo sem fer á endanum. Ég er alltaf steinhissa þegar það gengur ekki vel. Svo ég held að hissa á því að ég hafi orðið hissa á því að skildi ganga illa. Það er svolítið sérstakt fyrirbæri bleikjugöngur, ný bleikja þegar hún kemur inn. Þú getur lent í það sem menn vilja kalla veisla. Niður við ós og maður getur geta veitt að vild. Þá er þetta oft líka svona, maður er svolítið að velta fyrir sig hvort að maður ekki að fara aftur upp í á og reyna við færri bleikjurnar þar sem að taka ekki alveg eins vel. En gamla sagan, maður getur ekki hætt fyrir kannski aðeins og seint. Ég held að menn gleymi sér oft í fluguhugleiðingum, leggi þá litla áherslu á reynslið sjálft. Þú veiðir á strípur, þá er þetta fiskur. Þeirlega sem að syndir í áni, því frekar tekur bleikjana. Og menn einblína á það að vera með réttu fluguna, rétt hegðun á agninu skiptir mjög miklu máli þetta líka. Maður veiðir náttúrulega ekki á vitlausu fluguna, ég er ekki að segja það. Það er með sjóbleikjurna, er svo sjaldan sem að hægt er að leika sér með þurrflugur eða púpur. Það eru í svona straumvatni. Hún er svo mikið skeftískari og dyntóttari heldur en örðin. Oftast eru það strípirarnir sem að eru, ef maður vill vera öruggur með að ná fiski ef hann er þarna. Af hverju er maður að þessu? Hvað er maður að gera hérna? Af hverju er maður að eldast við fisk og fugl? Af hverju má þetta bara ekki vera þarna í friði? Af hverju getur maður ekki séð fiska og fugla í friði? Ég veit það að þessar kartöflur og kál er svo helviti vont.
Maður er að reyna að vera kurteis, maður er að reyna að geta afsakað veiðina með því að stunda hana þó á þann hógvara hátt sem maður ímynda sér að flugveiði sé. Alltaf fyrst að þá vona ég að mér takist áður yfir líkur að verða hógvær veiðimaður. Það er eitthvað sem maður hefur tekið og ef maður getur stundað veiðina á þess að taka því þar að segja á þess að ganga á stofni sem að ég veit ekki hvort það er hægt. Þess vegna verður sá dagur dýrlegur þegar mér tekst að verða hógvær veiðimaður.